Þetta eru Avicii og lagið Levels og það þátturinn FM 95 Blöð sem heilsar ykkur á þessum fallega mánudegi. Ég veit ekki með Björn Braga en ég í góðum feeling. Bjössi, var þetta erfið helgi eða? Nei, ég í góðum feeling líka, það held ég nú. Það nú ekki oft sem að ég lít út fyrir að vera yngri en þú en það svolítið í dag. Hvað varst að gera helgina eða? Nei, það ekki heldur í dag, sko. Hvað varst að gera helgina? Herri, ég var í Kaupmannahöfn, maður. Já, ok, það útskýrir margt. Hvað varst að gera í Kaupen? Hættu þessu. Hvað varst að gera í Kaupmannahöfn? Þú taktu eina af þessum myndum hérna á tístaði og getur fólk dæmt bara hvað ég lít ferskur út núna. Já, ég tek alveg mynda þetta. Hvað varst að gera í Kaupmannahöfn? Herri, við vorum að fylgja eftir Jóni Jónssoni á tónleikum hans hérna á laugardaginn sem að voru á Bruggen í Kaupmannahöfn. Já, ok, var það ekki stemming? Iceland Express ferð og hérna vorum að kofera það fyrir 10. kynslóðan á næsta föstudag. Jú, hörkustemming. Hvað, út á föstudegi og heim á sunnudegi? Já. Var þetta erfitt? Erfitt? Nei, það var rosa gaman. Já, og svo þreytulegur eitthvað. Nei, hvað? En hvað, þú voru væntanlega ekki að tekja janúarblöð út í Kaupen? Nei, við vorum nú, þetta var nú svona 50-50 vinnuferð og skemmtiferð. Já, vinn á daginn og skemmtu þér á kvöldin. Já, svona við náttúrulega tónleikarnir voru þannig kvöldið, þannig að menn fengu sér alveg eitt kaldan. Já. 1-2. Já. En þú veit að gefa eitthvað í skyn hérna. Nei, alls ekki. Nei, maður er svona, maður er alltaf svolítið þreyttur þegar maður kemur heim úr svona ferð. Já, maður hefur komið heim með skjálftastundum eftir svona ferði, sko. Já, þannig að ég bara svaf bara eins og unga barn í nótt bara í svona 12-13 tíma, sko. Já, var erfið heimferðin? Nei, hún var nú ekki það, sko, þú veist, það bara eiginlega heldist yfir með þegar ég kom heim, sko. Já, ok. Já, það er einu ókosturinn við þegar maður fer í svona helgaferðir. Það er virkilega gaman á meðan að því stendur, en svo er erfitt á leiðinni heimstundum, maður. Það er aldrei gaman þegar gamanið þarf að enda. Nei, en því miður þá þarf að enda. Já. Þannig það bara. En við, Björns, erum með rosalega þátt hérna fyrir ykkur í dag. Hann á leiðinni til okkar, hann Magnificent rockstjarnan okkar, Rockstar Supernova og já, maðurinn sem fór áfram í Eurovision helgina. Ég reynda var ekki alveg alls hvort að sáttu við að Herbert Guðmundsson, vinur minn, hann fór ekki áfram. Nei, ég náttúrulega var úti, ég misti alveg af þessu. Já, þetta var skandall. Mad Herb komst ekki áfram. Nei, Herb King, hann var skilinn eftir og sem í rauninu fullkomnaði ógeðslegan laugardag fyrir mér. Þetta var þessi fyrir í bækuðin hjá mér sem einn af þeim leiðilegustu svona síðustu 10 árin. Hvað var hitlagið sem komst áfram? Það var allt í lagi lag, sko, Guðrún Árný og Heiða og svona góða söngkonur, en bara skandall að Hebbi ekki fara áfram. Mér finnst Magni reyndar hrikalega góður. Og já, ég mun styðja hann núna sem eftir mér finnst það svona eitt flottasta lagi. Já, er Magni núna orðin your favorite? Já, og reyndar Blár Ópal fannst mér líka alveg hressandi lag, sko. Já. En við ræðum það betur við Magna þegar hann kemur hérna eftir. Svo erum við með netmisnotkunna eins og alltaf á mánudum og svo ætlum við að sjá hvað er að gerast í Barnalandi. Lífið í Barnalandi heldur áfram. Já, það stoppar ekkert þar. Við þurfum að gera sjónvarpsþátt upp úr því, sko. Já, það væri hægt að gera góða seríu úr því. Já. Það er bara þannig. Og ég er svo sáttu við það að nú fer janúar að vera búinn að ég er í þvílíkt góðu skapi, sko. Já, djöfull var gott að koma heim og snjórinn var svona að mestu farinn. Já, sammála því. Það er reyndar, veist, maður sér á Facebook að sumir sem vilja meiri snjó og aðrir vilja þetta fari. Hver vill meiri snjó? Það er svona jeppakallar og svona. Já, vinumlega, sko, ég kom út í Kaupin á föstudaginn og þá var bara mjög gott veður og bara þú veist, eins og það væri vor eða bara, og engin snjór neins staðar. Svo bara, þegar við vorum bara svona að fara upp á hótel og seint á laugardagskvöldið, þá byrjaði að snjóa bara grimmt í Kaupin. Já, okay. Þannig að við einhvern veginn, sko, þú veist, svona, já, það var mjög gott að sjá bara snjóan fara til Kaupin. Já, svo eru þeir Evrópumestari í handbolta og skoðum til hamingju með það, verður einhverju Danir að hlusta. Já, og ég gaman að segja frá því að ég bara tók ekkert eftir því neinu handbolta neins þar í Kaupmannahöfn. Já, ok, voru þeir ekkert að missa sig þar? Ekki allavega þeir Danir sem ég talaði við. Nei, Danir fóruð með 0 stig og milliriðlunum eins og við Íslendingar en gerðu svona aðeins meira úr sínu. Já. Þannig að, já, þetta er líka, veist, ég er bara mjög ánægð með þessi helgi sé búin og þessi vika sé að byrja og það er að koma febrúar. Það er bara þannig. Við komum hundlega á janúarblöð. Ég þóla hann ekki. Ég stóð, hefur einhvern mann staðið að því þegar þú ert búin að vera eitt svolítið lengi heimahöður. Já. Þú ert náttúrulega alltaf með, þú ert ekkert mikið einn heima kannski. Ég er alltaf með hópa fólki með því. Nei, hefur einhvern mann staðið að því að byrja að tala við sjálfa þig? Nei, gerðu þú það núna? Nei, hallast þú að að viðurkenna þá stóð ég með því helgina, ég var að byrja að tala við sjálfa mig á laugardagskvöldinu. Pældi, þú veist, það er ekki eins og sért núna að halda upp á eitthvað 30 ára edrúamali, þú veist hvað er þriðja helgi þín eða eitthvað og þú byrjar að tala við sjálfa þig. Já, Sverri var að spila 800 bar og eitthvað og ég var bara eitthvað heima, veist, ég var ekki að tala við mig allt kvöldi. Jú. En ég stóð með að því að spyrja mig, já, ég veit, við gætum að fara út í Hagkaup og kaupa okkur eitthvað nammi eða eitthvað. Og svo hugsaði ég þegar ég var á leiðin í bílnum, á leiðin út í Hagkaup, bara var ég að tala upp átt við sjálfa með hann. Þá vissi ég að þetta er komið gott, sko. Var þetta Auðun og Blöndal sem voru að hanga saman? Já, þetta var eða svona pínu Auðun og Öddi. Já, þannig að þú ætlar ekki að taka edrúar?
Edrúar? Að vera edrú í febrúar? Nei, það að lélegasta sem heist. Það nóg að vera í febrúar, sko. Valentínusdagurinn og hvernig ætlar að hanga edrú á Valentine's Day, getur það með? Þú þarft að drekka frá því sorgin á Valentine's Day. Super Bowl og svona. Það nóg að vera, þannig að, já, nú þetta komið gott. Ég mjög sátt við þetta. Og, já, stóðst þetta. Reyndar, Steindi Junior reyndi að eyðileggja þetta fyrir mér á laugardaginn. Já, þú mátti eiga það, en segðu mér eitt, hérna, af hverju ákvaðstu byrja á þessum janúarblu? Þetta byrjaði fyrir 3 árum síðan, sko. Þá, við horfum alltaf á alla leiki saman, United-leiki á Players. Ég, Egill, Hjöbbi, Hugi, Gummi, vinnu minn og einhverjir. Og þá var búið að vera svolítið svona blautur desember hjá mig, sko. Og þá var ég að tala hvað ég var orðinn þreyttur á, þetta væri alltaf sama, kíkja niður í bæ og eitthvað, hvað ég nefndi þess ekki. Og ég ætlaði bara að vera edrú í janúar. Þá grenjuðu þeir allir úr hlátri. Ég hugsaði bara með mig, býtu, hvað er að gerast hérna? Og ég bara, eins og ég get ekki verið edrú 1 mánuð og fór í veðmál og stóðst það. Varstu hvað þið voru að veða upp á? Var það eitthvað almennilegt? Kassabjór. Ok. Sem er svona, fínt að fá það í febrúar. Já, þú fá velunin þegar þú ætlar að taka á því aftur. Já, en svo bara var ég svo ferskur eftir það, þannig að þetta er bara búið að vera árlegt í hann. Já, er þetta ekki, sko, þegar maður vill ná einhverju, þá þarf maður að taka veðmál það, sko. Já, maður það líka bítið í sig, sko. Já, algjörlega, sko. Eins og þegar fólk ætlar að ná einhverju svona líkamsræktar átaki eða einhverju svoleiðis, það er svo gott að það sé einhver svona refsing ef maður klikkar á því, skilur. Já, nákvæmlega. Það veðja við vininn og vilt sýna honum í tóa heimann. Það svona hvetur það eins meira áfram. En Junior, hann sko hringdi í mig þegar ég var ángríns, ég sat einn heima hjá mér og horfa á Eurovision og var að bíða eftir Iron Man 2 á RÚV, þá veistu að helgin er ekki good shit. Þú situr og horfa á RÚV allt kvöldið. Og Steindi hringdi í mig og sagðist vera að fara í Keilu að fá sér bjór og hann veit að það er uppáldið mitt. Keilu og bjór, það er ekkert sem topa það. Þannig að kom þvílíkur fiðringur, en ég satt hann að mér, sem betur fyrr. Vel gert. Já, herðu, það er eins og áður komið fram nóg framöndan hérna hjá okkur í dag, þéttur og skemmtileg þáttur, þannig að, já, vonandi hafið gaman af því og við ætlum að byrja hérna á Lonely Boy með The Black Keys. Elskar þér í kynnin lag sem eins og ég þykist vita hvað lag það er, en hef ekki hugmynd hvað þetta er. Það byrjar samt vel. Smá rock'n'roll í þessu. Þegar við byrjar að rocka þetta upp hérna á FN. Brynja maður hefur verið fullur að setja þetta inn. Hjá mér, I'm a Lonely Boy, þetta eru The Black Keys, en já, eins og alltaf á þessum tíma að þá er komið að slúðupakka dagsins. Ég veit að það er fullt af fólki að núti sem hlustar á þennan þátt eingöngu til að heyra heitasta slúðrið og best að vinda sér bara í það. Þú ert svolítið Peres Hilton Íslendingar, ekki? Þú er oft svona gefið út fyrir það. Já, ég var alltaf með slúðupakkan líka í 70 mínútur, sko. Já. Eina samt, þú veist, ég vil ekki líka með við hennan Peres Hilton. Þú ert líkur honum líka, sko. Nei, null líkur þeim manni. Peres Blö, kallaður Perri Blö. Perri Blö, já, ég er aldrei verið mikill perri í mér, sko. Svolítið samt. Er ég? Nei, ángríns. Hættu þessu. Ég er engin perri. Eða þú voljúr. Já, herðu, ég ætla að byrja slúðupakkan þetta Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney og Stacey Keibler. Þetta er svolítið svona, þú veist, hún er svolítið utanvelta þarna þegar maður lesa upp þessi 4 nöfn, en þetta er kærastan hans George Clooney. Stacey Keibler er svo eina sem ég veit hver er þarna. Já, þetta er hugguleg stúlka, en það, þú veist, kærasta George Clooney, þannig að það kemur svo sem engum ávart. En þannig er mál með vexti að þau voru öll saman á rauða dreglinum daginn og það er sem sagt slúðrið fjallar það að þessi Stacey Keibler hafi verið að tala við vinkonu sinu það að Angelina Jolie tali ekkert við sig. Þau, veist, tóku saman þetta mynd af sér öll saman og virtist allt verið svona í fínasta lagi. Sagði Keibler að Angelina Jolie tala ekki við sig? Já, og hún sé voða svona þurfið hana og tali eða bara við Brad Pitt og George Clooney, en hún sé ekki að ná að bonda neitt við hana því að hún hleypin ekkert að sér. Er hún algjör stjörnu hóra bara, hún vill bara tala við fræga? Ég veit ekki, sko, ég hef alltaf verið Jennifer Aniston maður í þessu öllu saman, sko, þannig að þetta kemur mér ekkert óvart. Ég held beðið mitt spurðum aðeins daginn, hvort að fólk væri meira með Angelina Jolie eða Jennifer. Ég held með Jennifer og móti Jolie, sko. Alla daga. Aldrei fylgja Jolie. En þetta er, þú veist, kannski er Angelina Jolie bara, nei, ég veit það ekki. En ég er að lesa hérna, ég flett henni upp á Wikipedia og það Stacey Keibler hérna, American actress, model and former professional wrestler. Nú, ok. Er hún leikari?
Já, þú veist, ég þekki þetta ekki, sko, veit ekki í hverju hún leikið. En hún getur allavega að tekið hana, sko, fyrst hún fyrirverandi glímukona. Já, hún getur lamið hana bara. Tekið einn hælkrók á hana. Já, þetta samt örugglega erfitt, skilurðu, að vera að koma inn í svona, þú veist, þau eru öll 4 saman. Já. Og þarna ertu bara með 3 frægustu manneskjur í heimi. Svo ert þú þarna eitthvað, þú veist, fyrirverandi wrestlingkona, það ekki alveg að fitta þarna kannski til að byrja með svona. Þetta myndi ég segja, alvöru vandamál. Þú veist, ég meina, fólk kannski alveg svelt ekstra í heiminum og eitthvað, en ég meina, þú ert eitthvað að hanga með Clooney, Pitteranum og Jolie vil ekki tala við þig, skilja. Óþolandi. Þetta svona, en svona Hollywood heimurinn, svo ég með slúður hérna, ég veit ekki eins og nákvæmlega prentaði þetta út, þetta svona þunnu pakki hjá mér í dag, sko, en Adam Lambert hérna, hommin sem vann American Idol hérna árið. Ég elska Adam Lambert. Í alvörunni? Já, allavega í Idolna, hann var svo flott, hann var svo góður söngvari. Já, hann tók hérna Wicked Games, hvað heitir það, ekki Wicked Games heldur, hann tók eitt lagi hérna ógeðslega vel. Já, tók Crying með Aerosmith einu sinni og eitthvað svona. Já, hann var eitthvað góður, það rétt hjá þér. En hann núna var að hvetja, hann var 30 núna helgina og var að hvetja alla á Twitter til þess að halda ekki upp á afmælið sitt á þessu ári, heldur að láta allan peningin sem þú myndir eyða í afmælið og allan peningin sem þú myndir eyða í gjafir, láta það fara í góðgerðamál. Þannig að hann var basically að hvetja alla á Twitter til þess að halda ekki upp á afmælið sitt, sem einhver heimskasta hugmynd sem ég heyrt. Það gaman að halda upp á afmælið sitt. Það gaman, það skemmtilegt sem ég geri. Já, en ég menna, þú veist, alltaf að gefa góðgerðamál líka, það mjög gott, sko. Já, ég ekki að taka það frá hann, menn þú getur alveg gefið þetta góðgerðamál og haldið upp afmælið, sko. Já, en hvað hann líka? Ég menna, hann ekki með, skilur, milljarð á ári eða eitthvað í tekjur, skilur? Já, svo getur ekki haldið eitthvað good shit party á Chuck E. Cheese og gefið svo eitthvað, veist, Já, nákvæmlega. Það ekkert alltaf að vera rándýrt afmælið, sko. Nei, svo það líka, sko. Ertu afmælisbarnið það? Ég sko held yfirleitt upp á, afmælið mitt kallað Svínaskeldan. Já. Að því ég á afmæli sömu helgi og hróaskeldan fer fram. Já, ok. Og ég kallaði svínið, þannig að það er svínaskeldan. Ég skilji, ok, skemmtilegt. Og það yfirleitt frekar good shit afmæli, sko, og partí. Já, heldur það á hverju árið? Það hefur reyndað fallið niður síðustu 2 ár, sko. Já, ok. Vegna þess að ég átti ekki fyrir, nei, ég veit ekki hvað það féll niður. Nei, ég svona nettur geðsjúklingu þegar það kemur afmælum, sko. Já, ég held alltaf upp á það. Ég fann einmitt eitthvað gamalt síðan hirtblað bara í síðustu viku þar sem var eitthvað 30. Já, ok, það var nú ekki mjög gammalt, það eins og að segja eitthvað, þegju. Nei, þetta var heldur fyrsta árið sem síðan kom út, 90 og þá var þetta að vera 30. Nei, ég var ekki með hár. Herði, svo það síðasta slúðri í dag. Jennifer Lopez og Marc Anthony, þau eru víst búin að sættast, þau sjást nú oftar saman og sjást hlæjandi og haldast í hendur, en þau eru bæði búin að yngja upp og hann með einhvern krakka með sér og hún líka, en þau ætla núna að reyna að vera góði vinir, þó ekki nema bara fyrir börnin. Þau náttúrulega voru að skilja síðasta sumar eftir 7 ára hjónaband. Eiga þau einhver börn saman, eða? Já, þau var tvíbura held ég. Ok. Já, þannig að þau ætla svona að reyna að gera það fyrir börnin að halda vinskap og sem strax betra. Þau voru í einhverju stríð á Twitter og bæði að byrja með einhverju liðir sem var 10 árum yngri en þau og svona. Já, þú veist, sko, var hann ekki svolítið mikið að höstlu fyrir sig? Marc Anthony? Já. Jú, hann vist samt voðalegu player þegar kemur þessu latínólið. Þau eru alltaf góð í hann er núna með einhverjum ungru heimi eða eitthvað svona, sko. Hann er náttúrulega flottur söngvari, góður söngvari, sko. Ég þekki hann ekki mörgluð með honum. Nei, ég fíl ekki beint tónlistina, en þú veist, en þegar maður getur sungið vel, þá getur hann sungið sig inn í hjarta fallegra konu. Já, ég meina, veist, Kurt Nielsen geftur og hann lítur út eins og Shrek, sko, þannig að ef þú ert með píputan í lagi og þá eru allir vegi færir, það bara þannig. Þetta var ekki besta slúðrið sem ég hef komið með en ágætis bakki samt. Þú segir þetta alltaf samt. Ég veit að mér vantar eitthvað grassandi slúður, ég ætla bara að búa til eitthvað slúður bara. Já. En hérna kemur nú eitt af mínum uppáhaldslögum, svo styttist í Magnificent, hann kemur hérna sem gestur, svo Barnalandið og fleira þannig. Nóg framöndan. FN95 blöð með ykkur á þessum, yndislega mánudegi. Ég veit að það eru nokkur að nútið sem eru alveg jafnsáttir og ég að þessi helgi sé búinn. Það var ekki mín besta. Manchester United datt út fyrir Liverpool í bikarnum og óskaði þeim púlunum sem eru að hlusta til hamingju með það. Mínum menn í Tottenham voru nú flottir á móti Watford hérna á fyrstu daginn. Já, unnu 1-0. Þetta er náttúrulega viðbjóður að fá Liverpool úti bara svona snemma, sko. Búnir að slá út City. Já. Og það eitthvað við það þegar Manchester United tapar fyrir Liverpool og þá langar mér bara að skalla allt og alla í kringum mig. Þetta svona leikir sem maður á að horfa bara einn heima hjá sér á. En þú getur ekki verið í kringum fólk. Þú getur huggað þig við þessa mynd sem er núna á Facebook út allt það sem að liðsuppstillingin hjá Manchester og þeir eru með 3 bikari fyrir framan sig og liðsuppstillingin hjá Liverpool og þeir eru með 3 íþróttatöskur. Já, það endar aðeins að hugga mig. Menn ég sér það því áðan þegar ég sá þetta á Facebook. En eins og ég segi, óskaði púlurum til hamingju með þennan sigur og svo líka Herbert, hann komst ekki áfram Eurovision. Það var bara einhvern veginn allt í apaskít hjá mér að það lögða þetta. Vaskin hjá þér, já, en sem betur það voru Iron Man 2 og Ricky Bobby á RÚV, þannig að það svona bjargaði fyrir mig lögðardagskvöldinu.
virkilega skemmtilegt. En herðu, það hérna frétt, þú ert mikið á Facebook, Björn. Ég svona bara hóflega mikið á Facebook. Já, ég meina, maður sér þið, ég held ég hef aldrei kveikt á Facebookinu og svo séu það niður á chatinu. Og ég ætla svona að aðtuga, ert þú orðinn hræddur við tímalínuna? Hræddur við hana? Já, því að rúmlega helmingur óttast tímalínuna, því að núna, eftir einhverja 3 vikur, þá verða allir með timeline. Þetta er svo einhver vísindarskáld segja, helmingurinn óttast tímalínuna. Báðið að þetta líka orðið bara svona aðal vandamáli á fólki, það að Facebooki sé að fara að detta á þessa tímalínu, sko. En hvað, ég hata þessa tímalínu, Facebooki lítur svo skringil út með hana. Já, ég veit það, mér finnst mjög erfitt að skoða hjá fólki þegar það er með timeline. Þetta bara eins og MySpace, þetta er svona allt í einhverjum kössum bara. Þetta er líka óþolandi með Facebook, alltaf þegar maður að venjast í þá breyta þær í. Já. Alltaf veist að ég er mjög lélegur á tölvur, ég kann að vera á Facebook og MSN og eitthvað svona, reyndar hættur, einhver MSN lengur? Ég held ekki. Svona þegar ég hugsa út í það, ég hef ekki lokkað mig lengi þar inni. Nei. En þetta er einhvern veginn, alltaf þegar maður orðinn svona vanur þessu og fann að kunna á þetta, þá breyta þessu drasli. Það er alveg óþolandi. Hvað er það sem fólk hræðist í tímalínu? Af því að þarna, ég þekki þetta ekki, því ég er ennþá með gamla, en þarna getur þú séð bara hvað þú hefur verið að gera síðustu 4 ár. Þú færðist einhverja viku til þess að breyta öllu, En ég meina, segjum að þú ert kannski, það er margt búið að breytast hjá þér á 4 árum. Þannig að statusarnir sem varst að segja, skiluru, Anna, ég elska þig og Krúsi Dúlla, en þú ert kannski ekki að setja það í dag ef þið verða hætt saman, skiluru. Þannig að það er fullt af svona shitið sem að þú vilt ekkert að komið fram endilega. Nei, ég skil ekki. Og einhverja myndir og eitthvað svona, það eru örugglega hellingur af statusum sem ég hef hentað inn sem ég hef engan áhuga að sjá í dag, sko. Ég er rosalega þakkláttur fyrir að vera orðin svona gamall þegar Facebook byrjaði. Af því að þegar ég var svona 13 ára, þá var ég algjör hálfviti, sko. Og þá hefði ég, til dæmis, þá hefði ég sett allan andskotaninn, sko. Já, fínt að maður sé ekki að þroskast á þessu. Já, ég myndi vilja með það netið, ég ránaður að netið geymi ekki þær minningar, sko. Nei, það er góður punktur. Af því að netið gleymir aldrei, það er bara svo hafið. Ég hefði verið stór hættulegur á Facebook, tvítugur. Já. Vinna og laga þetta með vört, reiður út í alla maður. Maður hefði komið heim kannski eftir eitt gott jammið og látið fólk heyra það. Já. Þannig að það er fínt að ég sammála þar. Maður hefur tekið þessu með miklum þroska, þannig að maður ætti ekki að vera allt of hræddur við gamla statusa. En væntanlega einhverjir að inni sem að, maður hefur ekkert áhuga að sjá aftur. En við fáum einhverja viku til að henda þessu út, segja þér. Við skulum bara eyða Facebookinu. Já, veistu að það er ekkert svo litlust að hætta bara með Facebook. Já. Bara vera inn á Twitternum maður. Herðu, það er mikið búið að biðja að spila eitt lag í dag. Sverrir Bergman mætti til okkar á föstudaginn þegar ég, Svepp og Pétur voru með þáttinn og tók Wild Horses með Rolling Stones og ég held að sé allavega svona 50 pósterinn á auðvitað.fm.is þar sem er verið að biðja að spila þetta lag aftur og ég ætla bara að verða við því. Hérna er Sverrir Bergman með síðasta föstudagslag sem að heitir Wild Horses. Svo kemur Magnificent. It's easy to do. The things that you wanted. Well, I bought them for you. A graceless lady. You know who I am. You know I can't let you. Ef ég væri með þessa rödd þá var ég líka örugglega alltaf bara heima mér að hangi í tölvuleikjum og eitthvað. Því líka rugglið maður. Ég bara fell í tár þegar ég heyri þessa gullfallegu rödd. Já, þetta var Sverrir Bergman með síðasta föstudagslag og það er bara pirrandi að hann sé ekki búin að, ákveður hann ekki bara fluttu til London og er að reyna að komast í X-Factor þar eða eitthvað. Þetta er eiginlega kjánalegt, sko. Ég segi það, sendum hann í X-Factor. Já, ég er búin að reyna það núna í 3 ár, hann þarf að vera með lögheimilega, sko. Hann hefði náttúrulega átt að fara, sko, í Idoli líka fyrir þegar hann var ekki orðinn of gamall. Já, en það er miklu erfiðara fyrir hann því að þá þarf hann að fá vísa og eitthvað svona, til þess að fá búið í Bandaríkjunum. En getur ekki bara norskt Idol eða eitthvað svoleiðis? Jú, samt, meikar hver vann síðasta norska Idol? Herru, það var hann hérna Dag Hansen, stórkostlega söngvari. En herðu, við ætlum að stökkva núna í örstuttar auglýsingar og svo er það Magnificent. Við ætlum að spyrja hann hvað er að frétta Lukas Rossi og félögum og... Það er eina sem við ætlum að tala um við það. Já, bara hvað er Lukas Rossi að gera núna? Á hvaða hóteli er hann fullur þessa dagana? Nei, svo ræðum við hann Eurovision og hvað gerist til með Herb Machine. Þannig að ekki fara langt, örstuttar auglýsingar og svo Magni, netmistnotkunin, barnalandið og fleira. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2.
Brynjar Már kynnir 20 vinsælustu lögin á landinu í dag. Og Erna Hrönn tekur á því helsta sem að gerast í heimi frægafólksins. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Nýtt í bíó, The Grey. Þegar flugvélinn hrapar, ferðalagið rétt að byrja. We need a fire. If we don't move, we'll all freeze to death. Liam Neeson fer með aðalhlutverkið í magnaðri spennumynd. The Grey. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Það flellifæri inn á lotto.is. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Dílar.is í dag. Flottur og praktískur 8 GB Kingston minnisleikir frá Start tölvuverslun á aðeins 1900 í stað 3990. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. 7 daga skiptiréttur. Betri notaðir bílar. Fena kynnir Tim & Eric's $1 billion movie í fyrsta skipti á Íslandi. Heimsfrumsýning á votlegum Vodafone og Símans. Leigðu hana heima í stofu núna. Fena, Skjárbíó og leiga Vodafone. FM 95 Blö í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Kredia.is. Titanium með David Guetta og einhver skvísa að syngja með honum en hún greinilega ekki það fræg og hún fær nafn sitt ekki við lagið. Talandi fræga þá hann Magni eða I got 2 words for you. Magnificent. Mættur hérna í stúdíu. Vertu velkomin Magni. Takk fyrir. Þú ætlar ekkert að gleyma þessu. Nei, þetta einu uppáhaldslína mín í sögu bara sjónvarps. Já. Þegar Tommy Lee situr þarna og segir við þig Magni, I got 2 words for you. Magnificent. Ég mun aldrei Það var einhver sem skrifaði þetta fyrir hann fann ekki bara þessu sjálfur. Hvað að frétta Tommy Lee vinna okkar núna? Hvað að frétta? Hann ábyggilega bara hress í sínum heimi sko. Já, hvað er svona gaur að gera, veistu það? Hann sko, ekkert, það að flotta sko. Já. Hann er ekki eitthvað DJ núna? Hann er mest í því núna, með eitthvað DJ-band eitthvað. Og þú veist, hann gerir ekkert. Er hann moldríkur samt? Já, shit, maðurinn hefur aldrei farið út í búð sko. Já, ok. Það er gæið sem labbar á eftir honum með rauðvínsflösku. Já. Það er enda hvítvínsflösku og jager og lyklan hans og veski hans. Þú veist, hann er bara Það er svona þeirra mennir með svona stóran félaga sko. Já, þá fylgir þeim það er sann sko, það er nefnilega að þú er að setja þetta í samhengi sko. Þetta leit stórt út við hliðina á Pamelu. Pamela bara 1.20 sko. Já, reyndar. Hann sagði það einhver viðtalan Tommy Lee að hann hafði ekkert haft neitt á móti sem þetta myndband fór þarna út allt. Það komið vel út úr þessu kallinn. Með ólíkindum að skuli ekki vera fleiri myndband á hann. Já. Ég heyrði einhvern tímann að hann væri með svo stórt sko að það væri olbói á því sko. Já, það er ekkert annað. Það er kósí. Lappaði hann einu sinni inn á hann og jú, þetta er ágætt. Hefurðu lappað inn á Tommy Lee bara í aksjón? Já. Er það málið það? Já. Hvar var það? Nú þarna þekkið Magni. Þú ert að koma með rándir slúður hérna fyrir mig. Nei, þetta var á tónleikaferðalagi, þetta var bara með einhverju. Já, ok. Hann var ekkert að gera neitt, hún var bara að sjá þetta. Já, er hann alveg sem maður ímynda sér hann sé? Já, miklu verri. Er það málið? Já, hann er svo góður strákur. Já. Ég er ekki segja að maður myndi fara með hann heiti mömmu sinni ef maður væri kona, en þetta er góð drengur sko. Já, hann góð sál. Já, svolítið viltur en góð sál. Svolítið barnalegur en mjög góður. Já, herri, ég fyndi ræðandi þetta rockstar dæmi. Ertu eitthvað í sambandi við eitthvað sem voru að með þér í þessu? Bara hann Tóbi, hann annars slagir. Já, Ástralinn hann. Já, hann er, þú veist, við kynntumst það vel, hann kom á þjóðatíð og svona. Skemmti sig konunglega. Toby Rand. Er hann að spila eitthvað? Hann er nefnilega með band, helviti skemmtilegt band. Þeir eru í Los Angeles að reyna meika, alltaf að spila þarna á Væpurum og eitthvað. Okay. Slassan og slæð, það er kemdett. Já, Slassan. En bara, þú veist, tímamismunurinn er einhvern veginn þannig að þú veist, ég skýt á Facebooki á honum, þú veist, fuck off, og það kemur 20 ára setna, fuck you too, þú veist. Já, svona skemmtilegar samræður. Já, svona strákatal. Já, en Lukas Rossi, vinnu minn, sem að vann þetta. Lukas Rossi. Giftist klámyndaleikunum. Nei, það málið? Já, okay. Sem að kom svo setna, held ég, þegar hann var búinn að giftast henni að Tommy Lee hafði svona basically klárað og sendt svo til hans. Já, ok, nice. Og það er legt. En það varði ekkert úr því bandi einhvern veginn? Nei, nei. Það var ræðilegt að döðadæmt alveg bara frá fyrsta þætti, held ég. Er hann ennþá eitthvað í tónlist eða? Já, hann er mjög duglegur, sko. Hann er með, held ég, einhverja hljómsveit hann býr bara í Los Angeles líka og er mjög duglegur, sko. Hann er alls ekki vitlaus lagahöfundur. Nei, ok. Hann er mjög
fínn músikant. Spiluðu þeir einhvern tímann? Já, þeir tóku semst þannig tónleikaferð sem ég fór á með þeim og þú veist, og bandi á Tobi og fullt að liði, sko. Og það var augljóst frá fyrsta degi að sko, uppbytunaratriðin voru miklu betri en þeir. Það var, þú veist, bara ef við fórum með kassagítar á svið, þá vorum við betri en bandið, sko. Með engri viðingu fyrir okkur, heldur bara að þeir voru svo lélegir. En svo bara kláraðist það og þá bara fóru þeir aftur svona, hver að sína leið. Nákvæmlega, þetta ég hef ekki heldur og þið var við bandið þarna sem að vann In Excess þarna dæmið. Þeir fóru bara held ég beint til Vegas og voru bara að spila þar. Já, þú veist það var In Excess. Já, það var allt bandið en maður fengur bara nýjan söngvar, ekki? Það var bara In Excess. Þeir fóru eitthvað að spiluðu svona, tóku Celine Dion á þetta, voru þannig á einhverju hóteli bara að spila. Svo held ég að sá gæi hafi aðeins fengið sér of mikið í nös. Smart svona þegar söngvari hljómsveitar drepu sig og bara, heyrðu, hendi mér raunveruleika þáttu finnum nýjan. Já, ég meina þetta myndi ekki virka, heyrðu, finnum nýjan bassaleikara. Nei. Það er leiðilega áhörnubröður. Þetta eitthvað sem að, veist, stuðmenn voru nú nánast bara komnir út í þetta. Það var bara, heyrðu, hver með stuðmennu næstu helgi? Já, það vantaði bara þáttinn. Já, það var aldrei að fylgjast með. Þetta var Birgitta og það var aldrei, Jónsi var með, varst þú einhvern veginn með stuðmennum með? Ég fékk að syngja nokkur lög bara svona sem gestur og þá var Pétur Ben og gítar og ég var bara, og Birgitta við hliðina á mér. Það var eiginlega bara Jakob Frímann og vinir. Já, þetta var rockstar stuðmenn. Já, það var svolítið þannig. En ekkert að koma ný rockstar sinna, hættir þessu bara? Þeir leituðu svona, það vantar náttúrulega, það virkar ekki nema að sé eitthvað frábært band. Þeir hefðu náttúrulega átt að grípa Alice in Chains áður en það fundu sér söngvara eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, reyndar. En Mark Burnett sem á þessa þætti, hann á líka Survivor og Contender og hverju 10 þætti viðbót, þannig að datt á milli glugana held ég. Já, menn herðu til hammingi maður komist áfram í Eurovision. Já, þakkaði fyrir. Talandi aðra söngvakeppni. Innir velveringar á að hafa unnið, þú veist, þann sem þú ætlaðir að fá áfram, sko. Já, Herb Machine. Það var ekki mér að kenna. Nei, en ég vildi fá þig og Hebba áfram. Já, ég reyndar líka. Meðan þið með flottustu lögin þarna. Hvað gerist með Herb Machine? Ég hitt hann í ræktin í dag. Hann náttúrulega, þú veist, falli fara heill og hann alveg með þetta, sko. En hann var eitthvað brjálæri, hann heyrði ekkert í eyranu og eitthvað. Eitthvað til í því, eða? Já, mér þetta, þú veist, shit happens. Það var líka mér, ég kipptist út úr eyranu eftir svona 1 mínútu. Þú lagðist líka bara á, sko, á hátalarna. Já. Þú varst liggjandi þannig, varst þið þá bara ekki að reyna að hlusta? Ég er svo illa. Þeir eru svo lengi í þessu. Þú varst komið bara á hnén í leðubuxunum bara? Þetta voru reyndar ekki leðubuxur. Það er að flotta, þetta er leðulíki. Já, virkaði sem leður. Já, það er ekki jafn heitt. Nei. En hvað hefur þú oft tekið þátt í Eurovision? Þetta er 4. skiptið. Já. Sko, ég er búið með 4, þetta er 3. Eurovision-keppnin, ég er búið með 3 ár. Já. Og 2 ári sem ég kemur framskóluna, og Rockstar, og músíktilraunir og svona eitthvað meira. Þetta er svona 7-8 keppnir. Ég hef aldrei komast inn svona pall, sko. Það var aldrei unni neitt. Taka neitt. Já, það er það maður. Nú er komið tíma á hann. Já, ég stiði núna Magnificent. Við þurfum að henda í aðra svona magna vöku eins og var hérna þegar Rockstar var. Já. Heila nótt bara ég og þú eittir bara þurfum að starta þessu. Við ætlum að kjósa hann áfram núna. Já, við ætlum að kjósa Magna á Hawaii tíma. Það er bara þannig. Það er reyndar, ég hefði... Ég ætlum ekki að fara að vinna þessu keppni. En það böggaði mig líka, sko. Ég var að segja við Hebba, af hverju gildi bara 50%, ég skal lofa því að þú og Hebbi voru með flest í símakostningunni. En svo er bara einhver dómnefndarna sem enginn má vita hver er og þeir sá bara helmingina þessu. Já, ég reyndar engar áhyggjur af Hebba, sko, því að sko, að öllu gríni slepptu, þá síðasta platan sem hann gaf út, það með sinni sínum, hún er bara drullu góð. Já, Hebbi er alveg með þetta. Þannig að þú veist, það er engar áhyggjur honum, sko. Nú kemur hann bara fíleldur með aðra plötu og rústar þessu. Já, hver finnst þér svona mest í competition þarna í? Er það ekki Hey? Er það Hey? Það er alltaf í harðindum. Já, það er... Ég sé fyrir með Skálmöld að spila það lag. Já. Það væri helviti magna. En Blár Ópal? Jú, ég er endar óttast á líka. Ég óttast ungviðið, sko. Já. Þeir eru orkumiklir, ólíkt okkur gömlu kvöldunum. Þetta er svolítið þeir sem eru að horfa Eurovision laugardagskvöldi núna. Það er fólk sem er þurrkað og krakkar. Ég fann það bara í Janúar Blöð, hann hekk yfir þessu, sko. Þetta er óþægilegt, sko. Já. En nei, þetta er allt opið. Ég býst ekki við sigri, skulum orða það þannig. Já, ok, en ertu með lagið tilbúið á ensku eins og Herbert? Það var samið á ensku, sko. Það er samið á ensku, ok. Þannig að svona, textin er mjög svipaður á ensku og bara jafnvel betri ef eitthvað er. Já, það var sama hjá Herberti, sko. Hann sagðist að það var geðvægt góður að semja á ensku en kynni ekki að semja íslenska texta. En svo kom nú bara Jay-Z vinnur hann, svo hjálpa hann með hann. Hann sagði það hann í viðtalinu. En það var því miður ekki nóg á þessu sinni. Þetta var Jay-Z eða hvað? Já, Jesus Christ. Já, ég held að það var við Jay-Z. Já, hann íbúin að eignast barn og heyrði bara í heyrði Hebba. En við ræðum hérna meira við Magna eftir smá. Við ætlum að fá smá Pitbull. Þetta er maður sem að menn annarkvort elska. Hvernig félagur Pitbull? Ekkert hvað að tala um. Þetta er... Nú frelsast hann, sko. Er hann blökkumæður? Hann er Cuban American. Já, núna þetta verið hjöpa og fleiri vitlisingar.
Magni Ásgeirsson sem eiginlega Pitbull okkar Íslands. Hvar get ég keypt þessa plötu? Með Pitbull? Já. Ég held að það sé bara út allt. Get ég downloada þessa á internetinu? Hann hún þvílíkt vinsæll, sko. Það alveg ótrúlegt. Ég er að vonast til þetta sé svona Vanilla Ice syndrom. Það var svona fljótt upp og fljótt niður, en... Nei, þetta meistari. Já, það reyndar allir vinir mínu voða hrifnir á honum. Þannig ég þarf svona að gengja því bara. Þetta ágætis listamaður svo sem hann alltaf að vinna með öllu þeim bestu. Við líka bara fundið nýja vini. Eða það. Hann líka your brother in hair. Já, reyndar, hann má eiga það. Hann sköllóttur. Við tveir erum búin að koma því og þú veist, það allir svona í dag, sko. Hann að gefa sköllóttum von. Já. Hann Pitbull. Já, það bara svona, yes, ef hann getur þetta, ég ætla út í tónlist. Svolítið eins og Seal með módelin. Já, þau eru enda hætt saman, Seal og Heidi Klum. Það var margir sem fóru að gráta það, maður. Já, mér fannst það reyndar voða steikt á Facebook, það var allir bara, ég trúi þess ekki. Hverjum ekki drullu saman? Selurinn og Heidi Klum séu hætt saman? Nei, það frekar að maður sem er að svona ljótur greið, þú veist, geti náð sér í Heidi Klum. Þú veist, það gaf öllum von, sko. Já, ég hugsa. Von, En ég held að maður þurfi ekki að hugsa langt eða skantilega átt að segja afhverju eða hvað það var sem var að virka þarna. Reyndar ekki. En Magni, hvað er að frétta þér annars? Þú varst að syngja núna í Eurovision, hvað ert að gera á daginn? Ertu í vinnu eða? Ég vinn sem tónlistarmaður. Já. Og það er full vinna. Já. Og þá er ég svona nokkra daga vikunar fer ég út af galleiðinni og öskra með hásan. Já. Og þess að milli liggja heima og horfi á tækja mánu að galt barn og konuna mína og slappa af. Til hamingju með nýja barni. Takk fyrir. Hvað, háttu 2 eða ekki? Háttu 2. Og svo náttúrulega hann 7 ára strák á Húsavík sem þú skiptir ekkert að? Já, hann kemur ekkert við. Nei, þau eru 3 en við segjum 2. En hvað hérna, og ertu að spila allar helgar? Já. Ertu að spila allar helgar og svona? Já, það er svona, yfirleitt er ég að spila svona, finnst þetta fyrsta lögadag, eða 5. lögadag eða eitthvað. Já. Svona þessi 3 dagar eru yfirleitt frekar bókaðir. Með hljómsveitinni þá, eða eitt bara trúbbast? Ég ætli sé ekki með svona einhverja 6-7 starfandi hljómsveitir svona sem ég synga eitthvað með. Já, ok. Svona ef ég tek allt með, svona alls konar tribute, flip og dótri. Já, fluttur í bæinn að þú varst komin til Akureyrar? Já, þú varum og tekkum Akureyri 3 ár. Það var yndislegt, fluttum það en það var svo mikil snjór. Og kom bara snjórinn hingað. Já, hann verið steltaði bara. Já. En hvernig, má ég spyrja, hvað, þú veist, svona, eftir allt þetta Rockstar ævintýrið þitt, Rockstar Supernova, hvað þérnaður mikinn pening svona cirka fyrsta árið eftir keppnina? Ég veit það ekki. Svona ballpark, erum við að tala meir en 10 milljónir? Nei, það har ekki verið eitthvað það. 10 milljónir? Ég veit það ekki. Þetta kom allt fram á skattframtalinu mínu. Já. Síðan hvarf peningurinn því að einhverjir fávitar settu Ísland á hausinn. Já, ok, mistur allan? Já, hann hvarf. Varstu með þetta í einhverjum svona sjóð? Þetta var þetta er fastegn og svo einhverju sjóð og það bara hvarf. Okay. Hann er farinn. Það er eiginlega þurft að vinna hann að lagakeppnina þegar Tóbi fekk bílinn. Já, það er mjög fínt. Reyndar held ég að hann hafi nú eiginlega farið á hausinn á því því að þú held ég að borga skattur og svolítið líka. Já, það er alltaf það skatturinn að komast í þetta allt. Þannig að sko, meðan ég var úti, þetta tók einhverja 4-5 mánuði, þá var dollarinn það lágur að ég var á launum sem að myndi ekki einu svona sæma sko. Já, fenguðu laun fyrir að vera í keppni? Já, við vorum bara á launum, þú veist, það var eini peningurinn sem maður fekk fyrir það. Já. Og þau voru, þú veist, þeim fannst þetta alveg frábært kananum sko. Já. En við myndum ekki einu sinni fara fram úr, þú veist, til að skúra fyrir hennar pening hérna heima sko. Það var þegar dollarinn var, þú veist, 62 eða eitthvað. Já, ég skilja. Þannig að ég fór basically á hausinn líka á því sko. Og svo kom ég heim, fekk smá pening og hann hvarf. Já, ok. Þannig að gróðinn var sennilega engin. Jú, ég fekk gítar, það var mjög flottur. Já, en ef þú, svona núna, ef þú vinnur Eurovision hérna heima og ferðu út, ertu, veist, getur við kallað það international star? Veist, heldur þú fáir einhver atkvæði þarna frá fólki sem að muna eftir keppninni? Sko, nú er búið að, þú veist, plata mín fæst á Amazon og iTunes. Þá hlýtum að vera international star. Já, hvernig seldist hún? Þetta er ekki flóknara, það ekki, þetta er bara internetið, næst alls staðar. En hvernig seldist platan? Hún bara seldist fínt held ég og er eiginlega bara, hún kom bara út núna, þú veist, síðasta sumar í Bandaríkjunum og er bara svona ennþá verið að plugga hana. Svona malla, svona? Já, þetta er mjög langur prósess þar, sko. Kom eitt lag á einhverju soundtrack en daginn og kemur eitt lag á einhverju annari bíómynd og, þú veist, eitthvað svona dótri. Þetta er miklu, þetta er mjög oft ef þú heyrir einhverja nýja plötu, þú veist, ef það breykar einhver ný hljómsveit, þú veist bara, hei, er hljómsveit með Coldplay, rosa skemmtilegt. Platan kom kannski út fyrir 4 árum eða eitthvað. Já, ég skilji, það er allt tíma. Já, það er bara slett nýju lím með hana og... Já, en þú ert ekki að spája að fara út og reyna að fylgja sér eitthvað eftir? Guðmur ánum. Þú var bara í LA með Charlies, þú ætlar að segja það. Nei, ég ætla að tala um Toby og þá vinið. Já, Guðmur, góður, þá hættu nú frekar búið með Charlies. Nei, þú veist eitthvað að tala um að þú vildi bara búið út á landi. Já, nei, sko ég býð Skerjafirði. Það er út á landi, hérna í Reykjavík. En hérna... Bær í borg. Já, en ég meina, þú veist, þegar maður verður komið með börn og buru, ég veit ekki alveg hvað þessi bura er, komast að því, þá er náttúrulega, þú veist, þá er miklu betra að búa út á landi. Það er sem mikið tímasparnar og miklu svona þægilega. Já, líka alltaf kósið að vera út á landi bara. Þú getur keypt Stöðvarfjörð fyrir
upphæðina sem eitt hús í Skerjafirði kostar. Já, og hverju gerur það ekki bara? Mér langar ekki í Stöðvarfjörð og ég álíka ekkert hús í Skerjafirði. Mér langar ekki í Stöðvarfjörð, það er bara ekki fjörðurinn minn. En herru, já, við bara hérna, Magni, við óskum þér allsins bestaði keppninni og hérna... Allir þið semst að vera svona, kjósa mig alltaf. Já, Ég ætla að vera með Magnavöku. Já, nú ég ætla að vera með Magnavöku. Ef við sko, þú veist, ef ég vinn, þá kem ég hingað og gerir bara hvað sem er fyrir þig. Ok, ég fíla. Munduru, ef þú vinnur Eurovision, er það til að taka eitt föstudagsþátt með mér, nakin? Já, ég meina, why not? Lofaru? Já, ég meina, sko, það fyrir ekki að fyrir hvort að þú vilt það. Já. Þú tala um forkeppnina eða alla keppnina? Ég er að tala um að þú vinnur keppnina hérna á Íslandi og kemst út. Þannig að þú vinnur keppnina hérna á Íslandi, þá tekur eitt föstudag með mér og þú mátt ekki verið fötum í stúdíónu. Ef ég vinn hérna heima, þá skal ég koma hérna á föstudegi á brókinni. Þú voru að taka einn stól með samt. Ég skal koma í Batman-brók og gera bara, þú veist, gera það sem þú vilt allan föstudaginn, sko. Bara vera með gítarinn og bara gera eins og bara whatever. Ok, það er Ef ég hins vegar vinn úti, blessa, þá skal ég vera nægir fokkinn með þér. Ok, Nú er fólk komið góða ástæði til að kjósa. Já, þar er það, ef að Magni vinnur Eurovision hérna á Íslandi, þá verður hann bara my little bitch hérna eitt föstudaginn og trúið mér. Ég mun hafa mjög gaman að því. Ég myndi henda þér út í Honk if you're horny á þessari Batman-brókuðinu og fleira. Þannig að nú kjósum við Magni, virkilega gaman að fá þig. En ef flautar enginn, hvað það var djúvel var það niðurlega? Á Batman-brókinni? Það myndi hellingur að liða flauta, það er bara þannig. Herru, við menta þetta með Magna á Dolphins Cry. Gangi þér sem allra best. Takk þér. God laid me down into your and I was swept away with nothing left to say, a helpless fool, yeah, I was lost in a swim of peace. You're all I need to find, so when the time is right, come to me sweetly, come to we never left. Time in between was time alone. Did we leave this place? This crazy fog surrounds me. You wrap your legs around me. All I can do is try. Já, flotti tónar hérna hjá Magna, gaman að hitta hana meistara og já, við munum að sjálfsögðu hvetja hann áfram því að það er nú ýmislegt sem við getum gert við hann hérna á föstudegi ef að hann sagðist alltaf að gera allt sem ég myndi biðja hann um. Naked Magni. Já, Naked Magni. Herru, við ætlum að fara í örstuttar auglýsingar, svo kemur netmisnotkunin, þannig að ekki frá land. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Þú þarft ekki nema einn myndlykil. Með sjónvarpi Símans nærðu öllum íslensku sjónvarpsrásunum, bæði þeim opnu og áskriftastöðunum. Þú getur svo valið þér áskriftapakka með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum. Sjónvarp Símans. Bara einfalt. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Mokum út 400 milljónum. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Besti gamanþáttur ársins. I'm tired of living with my friend. He's a model. Gagnrýnendur hafa keppst að lofsama þátt. Allt verður þú að sjá. New Girl hefst 15. febrúar á Stöð 2. Smelltu á áskriftin á stöð2.is eða í síma 512 5100. Stöð 2. Skemmtilegri. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Shake it out á fallegum mánudegi. Við sitjum hérna í FM 95 Blö, ég og Björn Bragi, sem hefur oft verið ferskari, átti erfiða helgi í Kaupmannahöfn og já, er svona allir að koma til, eða ekki? Jú, ég er að vakna hérna. Nei, það ekki? Jú. Þetta er samt, mánudagurinn er erfiður eftir svona helgi. Já, ég samt sko, þú veist, átti ágændan sunnudag og svaf vel í nótt, þannig ég er góður í dag sko. Ok, menn segðu, hlustendur satt, tókstu föstudag og laugardag?
Já, ég náttúrulega var í Kaupmannahöfn með fullt af góðum vinnum, sko. Já. Þannig á að gera. Þannig á að gera. En herru, það komið að dagskránni, herru, við erum byrjað með skal ég segja, svona trailera fyrir 2000 og annað. Við þurfum að búa til trailer fyrir netmisnotkunna. Ég veit að þetta ekki hægt, sko. Það leiðilegt að vera ekki með núna. Það var einhverja amatör útvarpsþáttur hérna, sko. Þannig við byrjum bara núna á, það komið að netmisnotkunni. Ok, herru, ætlar þú að byrja? Þurfum við ekki að hafa eitthvað svona aðalhlutverk? Óli Geir. Já, Óli, sko, því ég var spurður daginn okkur Óli Geir lendir alltaf í þessu hjá okkur. Það er tilviljun, sko. Já, við drögum alltaf upp úr hatti. Já, alla íslenska notendur Facebook, 170.000 talsins. Og það er fáránlegt hvað hann er opinn. Það er fáránlegt, þetta er 8. skipti í röð. En það er líka bara þannig með Óla Geir, að eins og við höfum komið inn á einn áður. Þetta er gaur sem að, sko, það gerist meira á Facebookinu hans á einni viku heldur nú einu ári hjá mér. Þannig að maður veit alltaf að maður fær eitthvað nýtt á fest hjá hann. Þú veist, þetta er bara, já. Hann er nú ekki einn í netmisnotkunni í dag, sant? Nei, hann er það svo sannarlega ekki, sko. Hann er með besta vinni sinni, Magga Mix líka. Já, sem áttu nú, innkomu í síðustu netmisnotkunnun líka. Já, þeir eru held ég að túra landið núna með Dirty Night, Magga Mix og Óli Geir. Og það kallast Very Dirty Night. Óli Mix. Óli Mix. Herra, ætlar þú að byrja þetta? Já, herru, við ætlum að byrja á Óli Geir. Já. Og það er bara, þetta er einn af nýjustu statusónum, þetta er hvað fyrir 17 klukkutímum. Já. Pabbi sagði að ég átti að fara í lakið. Já, þá var það sá status búinn. Já, og það er sko, það er innan við sólarringu sem það kom inn. Það er 17 tímar og hann er komið 90 og eitthvað like á þetta. Já. Þannig að fólk, ég veit ekki, ef að tólka það þannig að fólk hafi viljað að hann hafi farið í lakið. Það kannski vildi það, kannski er ánægt að hann fór ekki í lakið eins og pabbi. Já, sko, veist, hann setur þetta, pabbi sagði ég átti að fara í lakið og ég sé meira fyrir mér að séu 90 manns heima á þessi sem bara snillingur, like. Þannig að ég held að það sé svona meira máli. Svo kemur einhver félagi hans, ég fór í það nema mamma þurrkaði sér með blautablettinum. Hann fær 90 like líka. Bara 90 like á eitt komment? Já. Vá. Það kallar ég gott, sko. Ég hef aldrei fengið 90 like á komment, maður. Ég held ég hef ekki eins og fengið 90 like á neitt status. Þetta er voðaloft bara fjölskylda mín og eitthvað svona sem er að like'a þetta. Fólki líkar líka ekkert sérstaklega við þig. Nei. Þú ert fína rödd, þú ert skemmtilegu fjölmiðlamaður, en þú ert ekki góður maður. Hefurðu lent í því að setja status á Facebook og tekið hann út af því að það voru ekki að koma neinn like eða neinn kommenta á hann? Segðu alveg satt. Ég get alveg játað það, sko. Já, ég líka. Ég hugsaði með mig, byrju, hörru, það eru konar 15 mínútur, shit, hvað þetta er dabburt, út með þetta. Maður er eitthvað, þetta er nett, eitthvað, einhverju ættir að like'a þetta, svo bara eitthvað. En ef maður að setja statusa til þess að fá like? Sko... Það er það málega, veist, vill maður fá helling? Stundum þarf maður kannski að gefa einhverju upplýsingar, skilur við. Þú veist, mér veist, til dæmis, ef ég segja frá því, heyrðu, þátturinn er að byrja eða eitthvað svona, skilur við. Hendur inn eitthvað svona, en svo stundum setja maður inn eitthvað sem mann finnst fyndið. Já. Og, þú veist, alveg svo bara, þegar fólk segir brandara, þá vil það einhver lagi. Alveg rétt, og Óli Geir er að fá 91 like hérna á brandara sinn pabbi sagði ég átti að fara í lagi. Þannig hann er vinsæll á sínu Facebooki. Hann kann þetta. Herru, svo er það Óli Geir hérna, annar status frá honum sem kemur 27. janúar. Ástís mín er svo yndislega að bjarga kvöldinu. Kom og náði í mig í Keflavík sem ógeðslega snjó og ætlar að skutla mér á grunnskólaball í bænum. Yndislega þessi elska, blikkall. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel í ljósi þess að Óli Geir er á okkar aldri. Nei, sko, ég vil nú gefa mig það að drengurinn hafi verið að fara að spila á þessu grunnskólaballi. Já, af því að svo segir hann hérna, hann kommentar sjálfur strax, sko. Þú veist, hann er með hérna einhver 23 like á þetta. En hann kommentar strax, hljómaði ógeðslega þessi status, er sko að fara að spila á ball í bænum, hehehe, og er bíllaus og fær 63 like á það. Já, þú hefði verið að like'a hjá honum. En svo kemur einn pí og segir, systir mín heitir Ásdís og hún fær 21 like. Já, það verður mjög vinsælt alltaf. Blind, svo kemur hérna Sólmundur Ingi, blindfullur að leiðan á grunnskólaball. Þetta miskildist ekkert. Fær 11 like. Já, svo fara likeinn fækkandi, við þurfum ekki svona að lesa það upp, sko. Nei, svo eru, leiðinda kommentat í lokin. Já. Nákvæmlega, heyrðu, svo hendur hann inn mynd, þetta er 24. janúar og við hefum eitt sko í síðustu viku, þá vorum við að tala um að kærastan hans átti afmæli, einhvern tímann það leyti. Já, hún var 12 ára. Já, hún var 12 ára. Nei, hættu þessu þennan. Nei, hún er á fínum aldri, við Róla. Flottum aldri. Hérna, þetta er 24. janúar, þannig að hvað er ekki, bara beint eftir helgi einhvern tímann? Já, passar. Þetta hefur verið helgina. Já. Ástís átti afmæli, bakaði hendinni köku, broskall, og hún mynd af henni með kökuna. Og þetta er bara fín kaka hjá stráknum. Mér sýnist þetta að vera súkkulaðikaka með rjóma svona utanum. Já, ágætis bakari. Ágætis bakari, en reyndar sko, svo skrifar hann nafnið hennar á kökuna. Og það fór ekki alveg sviðlega því að sko hann skrifa sko ASD og þá er hann komin út í enda þannig að hann þarf að skrifa IS fyrir neðan. Ástís. Ástís. Já. Já. Þú veist, kannski ætla hann að skrifa Ást. Ástís? Ís. Já, það er skemmtilegt nafn fyrir hann á kærastunni sína ef hann hefur ekki fattað á það sjálfur. Ástís.
En hann alveg fær 55 like á þetta. Já. Og nokkur svona falleg komment, þannig að fólk ánægt með að Óli Geir sé romantískur og hann sé góður bakari. Já, það kemur einu krút. Það er gaman að þessu. Hann kann fleiri en að vera partíkongur. Já, Óli Geir góður strákur, við erum oft rætt og við erum oft hringt í hann og ég kann vel við Óla. Hann greinlega romantískur og bara góður við konuna sína. Mikil meistari. Svo fór ég í gegnum Facebooki hjá Magga Mixun okkar. Já. Og hann er búinn að vera með svona kannanir í gangi núna síðustu daga. Já. Og það sem hann setur inn svona alls konar, þetta er bara svona kostningar og einum ýmsum hlutum. Og ég ætla að henda þess á þig. Hann setur til dæmis inn myndir af 3 íslenskum bíum. Já. Og hvor finnst þér sætari, spyr hann. Og þetta eru Tobba Marinós, Ásdís Rán og Birgitta Haugdal. Þetta er svolítið random þarna eitthvað. Já, þetta er svolítið random. Tobba Marinós, Ásdís Rán eða Birgitta Haugdal, hver er sætust? Já. Hvað veist þér? Gitta fengi nú mitt atkvæði þarna, held ég. Já, ég held það líka. Hún er líka svo indæl. Já. Svo segir með fullri virðingu við hinum stelpunum. Já, allt glæsilegar konur. Svo segir hann konur eru og það eru 9 möguleikar. Tilgangur lífsins, gáfaðar, fallegar, snillingar, fyndnar, elskulegar, hlýjar, mjúkar, skemmtilegar. Hann er voðalega svona... Hann er eitthvað væmni í honum núna. Já, hann er fengitími hjá Magga Mixun núna. Hann er svona alltaf með eitthvað samskipti kynjana og ráðlíkingar hvernig á að pikka upp stelpur og hvernig á líka að koma fram við þær. Já, og ef einhver veit það, þá er það Maggi Mix. Já, en ég meina verðum við ekki bara að segja að þær séu allt þetta? Jú, eða ekki bara. Þetta er allavega að vera að lýsa þarna mörgum konum. Svo er þarna skemmtilegt líka, það eru 7 þekktir einstaklingar. Hver er þitt uppáhald? Og það eru þarna Sveppi, Ragnhildur Steinunn, Tobba Marinós, Hemmi Gunn, Öddi Blöð, þú sjálfur, Ásdís Rán og Nilli. Þetta er líka svolítið svona Tobba Marinós er greinlega vinsæl hjá honum. Hún er öllum könnunum hjá honum. Hann er mikil aðdáandi hennar. Hver er þitt uppáhald af þessum 7? Er það þú sjálfur? Nei, Sveppi fengi mitt atkvæði þarna. Sveppi eða Hemmi Gunn, veistu það. Hemmi Gunn er svo góð manneskja að það er óþolandi. Hann er mikil mest. Þú varst að biðja mig á þann að vera eitthvað nefnir að segja eitthvað ég sé að bestur á þessum hópin. Ég var einmitt að því bara, segð þú mig. Segð þú, þú veist, ég sé eitthvað svona Sveppi eða Hemmi, segð þú að ég sé algjör snillingur. Hemmi Gunnsson, hann er svona held ég hinn íslenski Dalai Lama. Statusinnar hans og svona á Facebook minnir svolítið á Dalai Lama. Hann er líka, það er svo mikil reynsla í þessum skrokki, sko. Þetta er maður sem hefur dáið og komið aftur. Þetta er bara, þetta er blanda Dalai Lama og Jesú. Hann er reyla, sko, það mætti alltaf hann hafi lifað í svona 300 ár. Hann hefur upplifað svo mikið og hefur svo mikla reynslu. Já, hann er einn af þeim, ég held að maður hefur aldrei sagt sögu einna frammi, án þess að Hemmi Gunn kannist eitthvað við aðstæðuna sem maður er að tala um. Og getur toppað söguna. Það er svona nettur eina frændi. En fáum við Heartbeat með Frey, þetta var netmisnótkunninn og við vorum hún var svona rólega, greinlega, veist, fólk var rólegt á Facebook helgina. En hún var samt góð. En það var einn vinur minn sem ég ætla að segja betur frá eftir, bara eftir þetta lag, sem hann var að segja upp vini sínum á Facebook og þetta er ekki grín og það er eitt af sorglegasta sem ég heyrt. Fáum eitt lag fyrst. Frey með lagið Heartbeat á þessum mánudegi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hérna á FM 957 og við Björn Bragi, við vorum að tala um Facebook, eða við vorum í netmisnótkunni og ég var vitni að því helgina, Björsi. Hefur þú einhvern veginn sagt upp vinskap? Nei. Ekki formlega, sko. Ekki heldur. Hann er svona dvínað kannski út. Já, maður er kannski, hætt að tala við eitthvað, en maður setur ekki á vegginn hjá honum að þú sétt búin að segja upp vinskapnum hans. Nei, hvað er með þess að sögu? Já, mjög spenntur að heyra þetta. Þetta er sann, sko, ég ætlaði að prenta þetta út, en ég gata ekki að þegar ég var búið að taka þetta af Facebookinu hjá honum, sko. Já. Þannig að þeirra var séð af sér, en það var mér sýndist þetta. Það var einhver stelpa sem spilaði inn í, held ég. Okay. Og það kom sko djöðleri eitthvað orðin 30 ári nú segi upp vinskapnum, hef engan áhuga að tala við aftur. Og ég held bara fyrst þetta var eitthvað djók, einhver komist í tölvuna eða eitthvað. Og svo var þetta orðið eitthvað en þú vissir alveg hvað mér fannst þetta og þá kom hinn svaraði eitthvað, ég vissi ekkert hvað varst að tala og það bara djöfisins fíblegt og svo var bara búið að eyða þessu öllu. Þannig að það er svona eins og hann hafi reynt við einhverja stelpu eða verið með einhverja stelpu sem að hinn var skotin í eða eitthvað svona. Og þetta settu þið bara á vegginn? Já, þetta var bara fyrir alla að sjá og ég tók eftir þessu og ég fór að hugsa, að segja vinskapnið við eitthvað er eitt af allaslega sem ég hýrt. Já, líka að gera það opinberlega, sko, eða svona, þú veist, fyrir allaslega. Ég hef ekki frekar breytt gott SMS, bara, ég er hættur að tala við. Já, bara hættur að tala þann. Já, nákvæmlega, góða punktur.
En það svona með vinskap, hann misjafn eins og hann ég veit ekki komið neitt á það. Þú ætlar að koma með einhverja daglega lama línu en svo fattar að þú ert ekki hemmigunn. Nei, ég þoli ekki þegar ég held að ég sé gáðar en ég En við vorum í svolítið skemmtilegri umræðum helgina út í Kaupmannahöfn. Þá fara menn að tala svona ýmislegt í flugvélni og leiðin út á heim sko, til þurrbatíman. Og það var hvers virði vinskapur manns við ákveðna menn Þú veist, ef maður sko það kæmi bara einhver sádi-arabísku prins bara og segði bara, heyrðu, ég skal borga þér það sem þú þarft til þess að hætta bara að tala við, auðvitað eða einhvern, bara þú mátt aldrei hitta hann aftur og bara þið verðið ekki vinir, það bara vinátt ykkar búin. Ok, þannig að þú fengir vissan pening fyrir þess að við til dæmis að kemur til mig einhver prins til að herðu, þú færið $1 million, það mátt aldrei tala við Björn Bragi aftur. Já. Og þú veist, hvaða þyrfti að vera mikil peningur, sko? Já, ég skilji, ok. Hvað þyrfti að fá mikið fyrir að tala aldrei aftur? Við þig aftur? Já, það ekki mikið. Þið þyrfti svona lítra vodka? Nei, það væri... Vá, þetta erfitt maður, þetta óþægilegt að þú situr þetta betra mótið með maður. Ég veit að ég vil heyra sannleikann. Ég þyrfti svona... Þú þyrftir ekki mikið pening. Við erum ekki búin að þekkjast það lengi, sko. Ég þyrfti... En þú sér það potential í mér, sko, í framtíðarvinnátt. Já, ég veit það, sko. Ég kann hrikalega vel við og hef gaman að þér. Já, og þú ert að, sko, ávaxta til, þú ert aðtöða líka að þetta svona ávistun til framtíðar, sko. Já, reyndar. Þú eru uppgafið einhverju fallegu. En myndi maður ekki láta þig flakka fyrir svona 30 milljónir eitthvað? Vá, ég myndi ekki vera sár út í því þó að það veri miklu lægri upphæð. Já, ok. Myndi þú hætta að tala við mig forever fyrir 5 milljónir? Já. Í alvörinni? Þú léluðum maður. 5 milljónir? Það bara aldrei talað við mig aftur. Herðu, ég myndi segja, hey Bjössi, what's up? Þáttur á mánudaginn, þá ertu bara að labba það fram hjá mér. Nei, ég myndi taka 5 milljónirnar, svo myndi ég skrifa þér fallegt bréf. Sko 5 milljónir, þú heyrði Magnificent, satt hérna á hann fekk 10 milljónir eftir hann kom heim frá Rockstar Supernova og þær hurfu í einhverju bankarugli og þú myndir hætta að tala við mig fyrir 5 milljónir. Sko, ég myndi örugglega nota milljónir að eignast nokkra aðra jafngóða vini, skilur. Þú myndir nýta peningin í að vera betri vinur annara. Já, nei, sko, ég myndi taka 5 milljónirnar og svo myndi ég taka 2,5 milljónir. Þú hætti að tala um mig fyrir 2 milljónir? Þú ert að hugsa þeim. Þú ert eftir léluðum maður. Ok, segjum 5 milljónir. Ok. Svo tek ég 2,5 milljón, setja þér í umslag og skrifa þér ótrúlega fallit bréf og útskýri þetta. Og læti þið fá 2,5 milljón. Já, ok, þá er ég sáttur. Þarna, ok, þú bjargaði þér aðeins þarna. Er ekki? Já, þú myndir samt aldrei láta mig á helminginn. Þú myndir ljúga mig að það fengi 2. Já, ég fekk sko bara 1,6, þannig að þú fær 800.000. En eins og Jón Jónsson, hann er nú góð vinnuðinn, ekki? Já. Myndir þú hætta að vera vinnu hans fyrir 10 milljónir? Djöfull, eftir góðu vinur að hann. Sko, þarf ég að borga skatt af þessu? Nei, okay, beint í lommen. 10 milljónir, mátt aldrei tala Jón Jónsson aftur. Já, myndi taka þér. Ok, maður. Þú ert að missa alla vinniðin en þú fær ekki krónu fyrir það, það er að versta fyrir þig. Jú, sko, ef ég áfyllt af milljónum, þá þarf ég enga vini. Nei, mitt. Þetta var góður punktur. Sitja bara heim eins og Jóakim Aðalund bara. Ég meina, ekki þessi ríku gæðir, þeir eru allir svona bara eitthvað. Nei, þessi ríku gæðir mitt, sko, veist, af hverju eiga mikið pening og þú átt ekki vini? Ok, ég kannski missi þig og Jón, en fullt af einhverjum svona gold diggers munu hangi í kringum mig. Já, vissulega. Hei, eitthvað. Vissu, það er snillingur. Já, og ég eitthvað takk til 10 skall. Þessar enn einu auðlýsingar eru geðveikar. Ertu með eitthvað pening? Það er 20 skallir fyrir þetta. En ég er alltaf að taka bensín bara með appinu, eða? 30 skall. 30 skall, var það köftið eitthvað? Nei, ok, ég tekið allt tilbaka. Þú veist, þegar hólminn væri komið, þú veist, og ég myndi kannski hringi í þig og vera eitthvað að segja þér upp, heyra fallegu röddina þína og þú... Nei, þú mættir ekki eins og segja mér það, skilur. Það væri bara, mátt aldrei tala við mig aftur. En þú veist, leiði byrja að hugsa, skilur, eitthvað ári, bara heima, horfa á Iron Man 2, byrja að tala við sjálfan sig, hvernig hægt að vera vinur svona manns. En spáðu samt í það, kæmi einhvern til þín og með, þú veist, ef við verðum að tala um einhvern alveg peningi, þá myndi komið til mín og segja, herðu, hugi hérna og ofurhugi vinnuðinn, mátt aldrei tala við hann aftur. Akkurru, af því hérna eru 150 milljónir í tösku. Þú myndir alltaf taka það. Hýðu út að hlusta, sorry. Nei, fjaldir, ég veit ekki. Það eru fáið stuttarauglýsingar, svo er það heimurinn í Barnalandi og fleira. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Þú ert ekkert að skafa utan að þú vorst að lesa vikuna og þú talar um að þarna sé enn einn fitibólukettin komin í gang. Nei. Hún er að fara að hamförum það. Hún næri sér bara ekki eftir það. Hún er búin að sjá svo marga limi eftir það. Algjörlega óumbeðið. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Sena kynnir Tim & Eric's $1 billion movie í fyrsta skipti á Íslandi. Heimsfrumsýning á vogglegum Vodafone og Símans. Klikkusarnir Tim og Erik fara á kostum.
And I'm Tim Heidecker. Ásamt grínisturinn Will Ferrell, Zach Galifianakis og John C. Reilly. Tim and Eric's $1 billion movie. Leigðana heima í stofu núna. Aðeins fáanlega á Íslandi og í Bandaríkjunum. Sena, Skjár Bíó og Leiga Vodafone. Stærsti skiptibókamarkaður landsins í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Hvað vilt þú láta binda þig? Á höndunum, fótunum eða í 12 mánuði í ræktinni? Slepptu kjaftaðinu. 2,990 á mánuði og engin binding. Skoðu málið á reebokfitness.is. Sportið á Vísi. Ferskar fréttir úr heimi íþrótta. Allt sem þú þarft að vita leið og leikir klárast. Glæsileg boltavakt í beinni útsendingu og allt sem þú vilt vita enska boltan. Taktu Vísi á hverjum morgni. Meiri Vísir. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 18,90. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá Club Fit málið fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Í þessum mánuði færðu Spicy Tuna Panini á aðeins 399 krónur á stöðinni. Skíði helgina. Skemmtum okkur innanlands. Flugfélag Íslands. How far would you go to take down a man that stole everything from him? Samfélgin kynir Man on a Ledge. Mögnuð spennumynd með Sam Worthington og Ed Harris í aðalhlutverkum. I need you to believe me. Man on a Ledge. Sýnd í Sambíónum. Nú getur þú fengið stóra pítsu með 2 álagstegundum á einungis 1.590 krónur ef þú sækir. Þetta gildir alla daga, alltaf. Dominos 58-12345. Þetta lag Otis með Kanye West og Jay-Z. Það einhver þvílíkur fílingur í þessu og já, skemmtilegt lag. En það hins vegar komið að Lífið í barnalandi. Já, og þarna þegar við búin til trailerinn fyrir þetta, þá verðum við með eitthvað svona skemmtilegt lag. Já, svona eitthvað kærleiksbjarnarlag. Já, svona lífið í barnalandi. Já. Af því að lífið í barnalandi, það er mjög skrítið. Já. Og öðruvísi heldur en hjá mörgum öðrum. Ef ekki semja lag, ef ekki hafa eitthvað texta í intrónu. Ég lofa því hlustundur næst þegar við komum með hvað er að gerast í barnalandi, þá verðum við komið með góðan trailer fyrir það. Já, mjög góðan trailer. Já. Herru, hérna ég valdi að venju nokkur topic. Ok. Og ég valdi bara 3 af þessinni. Ok. Þau eru öll mjög góð. Fíla. Ok. Herru, byrjum á hérna. Þetta er sem sagt allt, þú ættir bara svona tekur spurningar og annað af barnalandi bara á hann. Já, þetta er sem sagt umræða á barnalandi og stundum hef ég veitt út einhver svona komment. Já. Fyrsta er, ég ætla bara að lesa það. Það er frá Villimey 123. Já, skemmtilegt það. Veit einhver hvort það sé hægt að fá einhver náttúruleg bætiefni hér á Íslandi til að fá stærri lim og bæta kynlífið? Eitthvað svipað á VMAX. Eitthvað svipað á VMAX, eitthvað, svo setur einhvern link hérna vmaxpills.com. Það er bara allt bannað á þessu landi, svo maður er ekki að taka áhættu með að panta eitthvað úti sem verður bara stoppað í tollinum hérna. Og svo er fullt af kommentum og hún er alltaf bara, veist, fólk ekki trúur á þetta, að það sé einhverja pillur sem stækkar limin, eitthvað svona. Og hún bara eða ætla ekki að koma með alvöru komment, þá bara geti sleppið að kommenta á þráðin. Og einhver hérna Músamamma skrifar, það er Nikki hennar, ég er ekki að uppnefna hana Músamamma. Músamamma? Ekki skrítið Ég held ég þekki hana. Ekki skrítið að útlenski kallmenn séu með svona stóra og flotta limi. Þeir mega éta svona. Svo sitjum við uppi með handónýta kallmenn með visnu strá í tipastan. Já, segir manneskja sem kalla sig Músamömmu. Já, ég veit, kannski er hún að vera kallað en ég veit ekki. Hérna, en þetta er allavega alvöru spurning hvort að og hún er væntanlega að spyrja þá fyrir kærastan eða kallinn sinn eitthvað slegið. Hvað heitir pumpan sem þú keyptir þér hérna? Hún heitir, nei, ég man ekki. Það eru samt sko, veist, það eru til svona einhverjar penis and large pumpur. Já, menn, þetta er eitthvað svona sem maður sér, skilur, þú poppar upp eitthvað svona gluggi á netinu, skilur. Hvenær poppa þessi gluggar upp í þér? Þú veist, maður er kannski á MBL og þá byrjar þessi gluggi að poppa upp. Já, bara allt í einu, viltu láta stækka þig dippið, bara inn á MBL? Nei, ég meina, þú veist, þetta kemur samt bara, þú veist, þú getur verið að skoða bara einhverja bloggsíðu eða kannski einhverja fótboltavefið, þetta þarf ekki endilega að vera klámsíða, skiljur við. Þetta getur bara komið hvar sem er. Já, þú ferð þarna inn á bloggsíðuna þína Pornhub.
að tala hana. Sem að ég einmitt að sjá Nei, þetta samt ok. Þannig að hún vil menna að séu til töflur út í Bandaríkjunum svo tekur til að stekka á tippið og hún var að spyrja hvort það væri hægt að kaupa eitthvað svo leiðis hérna heima. Brjálið verið þessi ekki til hérna heima og örugglega að leita þessu fyrir kallinn sinn. Það var skemmtilegt fyrir hann líka. Já, nákvæmlega, pældi ef hann vissi af þessu bara. En ég meina, trúir þú á svona? Svona töflur? Já. Eða pumpur eða eitthvað þessu? Já, ég held það. Sveið mig það, það er markaði fyrir þetta og það væri alltaf markaðir ef það myndi aldrei ganga hjá neinu sem kaupir þetta, sko. En þetta sennilega leiðilegt sem myndi lenda í sem karlmaður ef að konaði myndi segja, herðu hérna, til hamingju með ammalið, bara takk og svo bara... Ég geta þetta í 4 vikur. Já, bara allt í Vímax-pils bara eitthvað, já ok, hvað er þetta? Þetta til að stækka við titlingin, ok, good shit, takk fyrir þetta ástu mín. Þetta svona, þú veist, eitthvað sem þú vilt ekki fá í ammaliðskjöf, það er ég verð bara að segja, ég trúi ekki neitt á þetta, sko. Nei. En þú líka, þú veist, sem sorglegt fyrir þig, þetta eitthvað sem hjálpa þér að bara trúa. Þið eru að hlusta á einheltisþáttinn í Blöð, þar sem hann tekur fyrir hérna, nei, ég segi svona, ég held að þetta geti virkað. En ef þú ert með eitthvað svakalega lítið tippi, þá þarf þetta bara að beita þér rétt. Já, það er bara, þú veist, the motion in the ocean sem gildir, við ekki alltaf að tala um það. Nákvæmlega. Herru, förum í næsta, það er hérna könnun, þú veist, það er alltaf gaman þegar að setja inn könnun, þá er þetta að kjósa þarna, sko. Já, fólk er mikið að kjósa inn á barnalega, þú veist, fólk er virti í þessum könnunum. Já, hér eru sko könnun sem að 404 hafa kosið í. Hvað finnst þér loðin kynfæri? Spyr einhver. Já, þá er að tala um bæði konur og kallmenn. Já, örugglega, sko. Þetta er náttúrulega mest konur sem er að kommenta og það er svona, ég held að sé svolítið að tala um... Kallmenn? Nei, konur, sko. Já, ok. Það sjálfar. Ég skilji. En jú, þetta er náttúrulega um bæði, allavega. Möguleikarnir eru sexy og í góðu lagi. Í lagi á konum en ekki á köllum. Í lagi á köllum en ekki á konum. Ósnirtilegt, ógeðslegt. Og í stuttumáli getum við sagt frá því að 60% segja í góðu lagi. Já. Það eru eitthvað færri, það eru 31 sem er hvað, ég er að reyna að lesa út úr þessari könnun. Það er allavega 61% segja í góðu lagi, 60%, vá, sorry, ég er að detta hérna út. 60% segja í góðu lagi, það eru nokkru sem segja sexy, 82 segja ósnirtilegt, 25 segja ógeðslegt. Ég skilji, af 404 atkvæðum. Já, og svo er hérna eitthvað svona komment hérna, hárlaus kynfæri gera ekkert fyrir mig og einn kemur hérna ekki ógeðsleg en afsakið orðbragðið I don't suck hairy balls. Þar dreg ég línuna í skapahásverðin. Og já, svo heldur hún áfram, ég ætla ekki að lesa restin af svarinu. Og mér er alveg og það má alveg klára, og mér er alveg slétt sama hvort ég sjúi kúlunir eða ekki, þessi mjög hress. Svo kemur hérna, ef við erum að tala um frumskó, finnst mér það kannski heldur ósnirtilegt en ekkert ógeðslegt, en mér finnst persónulega flottara ef það eru hárarna niðri. Það er líka fullkomlega eðlilegt, ég meina til dæmis ef ég verið sköllóttan niðri líður mér aftur eins og ég sé komið með 5 ára píku og það er svo kemur eitt komment sem er svona, já, það finnst það svolítið skemmtilegt. Á þessu heimili eru bara loðin kynfæri. Snirl með skærum aðeins þegar skapahárin verða mjög löng, en píkan mín er loðin og fín. Kallinn er með loðið klof, okkur finnst þetta fallegt og sexy. Mér er alveg sama hvað það er að gera. Já. Hvað segir þú um þetta? En grjótur þetta er viðkvæmt málefni til að ræða hérna í þessu stætti. Já, veist, persónulega finnst mér alltaf að þessi búið að snirta þetta, sko. Já. Ég er náttúrulega, sko, málið er að ég er eins og Chewbacca ef ég ger ekkert, sko. Já. Þá er ég bara, veist, Guð tók eitthvað grín á mig í þingunni hjá sér að setja hár allstar nema hausinn á mér. Já. Og... Þú ert þingugrín. Já, ég er eitthvað þingugrín hjá Jay-Z og bara svona, herði, maður sjá ekkert á hausinn, en sérðu, ég er með sem hárið á puttun. Já. Hver er með hár hér? Ekki ég. Nei, ég veit það, hérna fæ ég hár og ég fæ hár allstaðar. Þetta gerist þegar maður er gamall. Þú verður ekki alltaf verið með hár á puttunum. Jú, alveg, þú veist, sen ég mann eftir mér. Og þannig að, ég veit ekki, á maður ekki snirtið allavega. Jú, ég segi sko, þú ert nú ekki nauðaskallóttur, sko. Nei, ég segi hérna... Ég held ég eitthvað annað smá. Já, ég segi hérna, ég segi að sko, það er svona með í framann og á hausnum, það finnst mér vera fín hérna sítt. Það niðri, sko. Já, ok. Þannig að þú vilt hafa sítina sem er á skegginu á mér að það niðri? Ég vil vera neðan eins og þú ert í framan. Herðu, við afsökum umræðefni hérna, en þetta kemur að beint frá Barnalandi. Já. Þannig að það þýðir ekkert að drepa sendibóðan. Einmitt. Herðu, hvað er síðast? Það er alveg rosaleg saga og ég ætla að lesa hana alla. Ok. Og sko, ég skrollaði, þetta er langur þráður, ég skrollaði niður bara, þetta hlýtur að vera grín, en það allavega kemur ekki fram í þræðinum að þetta sé grín, þannig að við göngum út frá þetta sé satt. Ok, þetta er inn á Barnalandi. Já, það er aðalprinsessan sem að
skrifar. Aðalprinsessan, ok, vonandi er hún að hlusta. Já, málið það að ég var að taka þungunarpróf eftir að hafa mist úr blæðingum í 2 mánuði. Hef alltaf verið svo rosalega óregluleg með blæðingar út af þyngdinni minni og prófið kom jákvætt, en það var ég búinn að finna fyrir einkennum. Og allt í góðu með það. Kærastinn, hún sést að segja hún sé ólétt. Kærastinn ótrúlega ánægður og getur ekki hætt að brosa, nema hvað, ég veit ekki hver er pabbinn, fílugall. Kærastinn, bara ítreka hérna, kærastinn er mjög ánægður með hún sé ólétt, en hún veit ekki hver er pabbinn. Það koma 4 til greina bara á þessum tíma sem getnaðurinn gæti hafa átt sér stað. Kallinn býst náttúrulega ekki við öðru en þetta sé sitt barn og ég veit ekki hvernig ég á að fara að hlutunum. Ég get ekki mist hann, ég elska hann svo mikið og tala nú ekki peningana hans. Fóstureyðing kemur ekki til greina og veit ekki af hverju ég er að pústa hérna, finnst þetta bara greið ég situation. Hafið þið reynslu af þessu yndislega fólk, please. Er í risakrísu með kallinn. Þetta, ég vona þetta sé einhver fyllibitta í húmor bara. Ég líka sko. Þetta sé eitthvað svona fylligrín eitthvað. Það er að fyrsta sem að ég marghugsa sko, sérstaklega með þetta kommentana og peningana og eitthvað. Svo byrjar fólk að tjá sig og manneskjan svarar alltaf á mótu og er rosa pirruð yfir því að fá ekki eðlilega ráðgjöf sko. Einn segir, segðu kærastunni þinn sannleikann, hann á það skilið. Og þá segir hún, ég get bara sagt ykkur strax að ég á eftir að missa hann ef ég segja honum sannleikann. Nei, kemur ekki til greina. Önnur segir, hefur átt að pæla í því áður hún hélst fram hjá honum. Þá segir hún, ég er í opnu sambandi þó svo að hann sé það ekki. Nice. Og fær þá svarið, drauma kona þetta, aðalprinsessan. Breytum nafnafnaðan vitleysingurinn. Hvernig virkar opið samband hjá öðrum aðilanum, spyr önnur mjög réttilega. Veistu það, ég veit það ekki lengur og fílugall því. Svo kommentar einn, ég vona eitt þessara manna sé þá ekki svertingi og þetta þá náttúrulega væri mjög auðvelt að sjá að þetta sé ekki barnið hans. Já, þetta er svona ekki rasismi inni heldur bara svona fyrir hana. Já, bara svona þú veist, sjá að barnið sé tökt. Annars á hann skilið að fá að vita sannleikann, þú ert ekki heiðarleg í sambandinu. Þú veist ekkert mitt samband, svarar hún þá. Já, hún sé heiðarleg. Þetta er aðalprinsessan inn á barnalandi.is, ólétt en veit ekki eftir hvern. Það er skemmtilegt situation til að lendi. Já, við skulum bara vona, við bara vorkennum unnustað þessar stúlku. Já, þetta er svona bara... Hvað myndir þú gera þú vera aðalprinsessan? Þetta var aðalprinsessan. Ef að þú verður aðalprinsessan? Ég veit það ekki, ég myndi ekki bara... Þú ert oft kallaður aðalprinsessan. Ég myndi ekki fara bara á bílnum minn í bílsku. Nei, ég veit það ekki, þetta er ekki... Þú veist ekki að þetta? Nei, ég get ekki sagt mín á skoðun á þessu. Það komið vonleys í augu Auðuns Blöndal. Já, ég bara vona, það getur vel verið að segja eitthvað djók og ef þetta er ekki djók, þá er þessi pía bara að glíma við einhver vandamál. Það er bara þannig. Niðurstaðan, vonum þetta er djók. Akkurat, þetta var hvað er að gerast í Barnalandi þessa vikuna. Nú ætla ég að spila hins vegar, mér er alveg sama á þetta. Brynja Már sendi mér tölvupóst og láti mig heyra. Ég ætla að spila, eitt af mínum uppáhaldslögum allra tíma, þó að sé ekki á þessum playlista. Það er með hljómsveit sem heitir Radiohead og lagið heitir Fake Plastic Trees. Þetta er líklega eitt flottasta lag allra tíma. Ég mun aldrei svona eitt uppáhaldsatriði mitt, ég veit að það eru margir að núti sem er að hlusta sem að þekkja þættina Entourage. Ég mun aldrei gleyma þegar þetta lag var undir þegar Ari Gold var að fara upp í eina einkaþóttuna og Vinny Chase að þetta hinni, hann var á leiðinni með Johnny Drama og þeim eitthvað til Hawaii eða eitthvað með einhverjum módelum og Ari Gold var að fara að hætta sem umbóðsmaðurinn hans Vinny Chase að því að vera að bjóða að taka við öllu fyrirtækinu. Það var þetta lag undir. Þetta er fallegt lag. Skemmtilegt það? Já, herðu, mjög fallegt lag. En ég var að spyrja Bjössi, hvaða típa ert þú? Þetta er mjög opin spurning. Já. Að hvað leiti mennur þau? Það er verið að tala að fólk sem er á leiðin á stefnumót, það sækist eftir vissum típum og það koma einhverja 8 típur til greina. Ok, má ég heyra típurnar áður en ég segja hver ég er? Já. Og get ég bara verið ein típa? Nei, ég hugsa, maður er nokkra típur á það held ég sko. Ok. Ok, ég ætla að spyrja þig hvað típa þú ert og svo getur svona tekka hvaða típa er algengust. Ok. Það er af þessum 8 típum sem verið að tala, þá er grínarinn. Hann er sem sagt alltaf að reyna að láta fólk hlæja og með grín og svona. Já. Og það er í partíum og svona, þá er það gaurinn sem að reyna að fá til að hlæja. Íþróttamaðurinn, hann elskar að dansa, elskar að synda og stunda íþróttir. Elskar að dansa? Þú veist, það er svo allir íþróttamenn elskar að dansa. Nei, þú vilt ekkert fara á date með þessum, af því að hann tjaldar bara einhvers þar. Já, góður að synda og góður að dansa. Góður að synda yfir lækinn þar sem hann tjaldar. Já, þá er það ævintýramaðurinn. Hann elskar að fara á nýja staði, kynnast nýju fólki og lenda í nýjum ævintýrum.
Já. Svo það keppnismaðurinn, hann elskar allar keppnir og elskar að halda utan skor á hinu og þessu. Skilurðu til dæmis að keppi í spilum og annað, þá er hann alltaf með bókald. Hann, svona elskar að halda utan bókald á hlutum. Okay. Svo það safnarinn, það maðurinn sem safnar ýmsum hlutum. Hann fjöldamorðingi líka, ekki? Já, það er ekki margir í Íslandi þessi típa, held ég. Nei. Svona Bjarni Töframaður kannski. Hann að safna hinu og þessu. Svo þetta handyman. Og það gaurinn sem er góður að skipta dekk og laga bíliðinn, setja upp hillu fyrir tengdapappaðinn og annað, tengdapappaðinn og tengdamömmu. Og svona, já, bara segja sér sjálf, handyman. Já. Og svo það sögumadurinn sem elskar að segja góðar sögur, les mikið af bókum, fer mikið í bíó og á margar sögur til að segja frá. Þannig að nú spyr ég, hvaða típa ert þú af þessu? Ég held að, ég sé mest Númer 1, grínarinn. Grínarinn? Já. Og reyna að láta fólk hlæja og svona? Já. Ég meina, náttúrulega, það svolítið það sem ég reyna að gera að atvinnu, sko. Já, að vera grínarinn. Þú ert náttúrulega stand-up típa. Já, en þú sjálfur? Ég get ekki tekið að mig keppnismanninn. Nei, sko ég elska að halda svona bókald, þú veist, eins og þegar ég bjó hjá mömmu. Já. Þú veist, ég bjó hjá einn alveg, flutti norður í 18 og kom svo aftur og var með henn alveg í 2 ár þegar ég kringu 20, sko, í Frostafoldinu. Þá voru við með bókald í öllu, sko. Þú veist, bara spilum eins og ég, Dæja, systir og mamma voru að spila kannski, þú veist, bara 3 manna vist og svona. Varstu alveg orðin hvað sem 20 og... Ég var svona 28, nei, þú veist, ég var 19 ára eða eitthvað. Þú veist, ég er svona gaman að hafa bókald á öllu. Já, ég meina, þú veist, var ofta að spila rommi við mömmu þegar ég var 10 ára, þá heldum við svona bókald, sko. Já, ok. Svo vorum við ekkert mikið meira eftir það, sko. Næ, svo fóruð að drekka það bara saman. Fyllir byttaðinn. Nýkominir frá Danmörku, ég ætla bara sér í gegnu þið. Svo það planarinn. Ertu planar í þér? Að hvað leiti þá? Það er svona, þú veist, stefnumótið eitthvað svoleiðis. Já, þú bara elskar að skipuleggja allt, þú veist, þú ert gaurinn sem heldur partí, þú ert gaurinn sem býr til svona, ég sé sjálfan pínu að það. Já, ég held ég sé alveg smá það líka, sko. Ég elska eins og við erum í utandeildinni Keil og eitthvað svona. Já. Ég er alltaf að reyna að finna svona fleiri tækifæri til þess að hitta vinni mína. Já, ég kannski oft settur í þar hlutverk að svona sjá eitthvað eða svona mitt, já, skipuleggja eitthvað. En svo ef það komið 50 dagur og það er ekkert plan hjá mér helgina, þá líður mér oft illa. Já, það þarf ekkert endilega að tengjast áfengi, sko. En bara eins og laugardagurinn, hann endaði bara í apaskýta því ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. Já. Ég hékk að horfa á RÚV í 4 klukkutíma. Iron Man 2. Iron Man 2, Ricky Bobby og Eurovision. Ok, þannig að planarinn, það er einn típa þarna eða? Já. Ok, þú ert náttúrulega líka svolítið grínari, ekki? Já. Ég reynir svona að vera fyndinn, sko, í partíum. Erum við ekki að tala grínara með blöndu af keppnismanni? Já, svona keppnis, íþrótta, eitthvað smá af þeim elementum og planarann. Jó, ég er lítið ævintýramaðurinn, ég er ekkert eitthvað svona, hei, förum eitthvað sem við höfum aldrei farið áður. Nei, við erum ekki safnarinn og ekki sögumaðurinn heldur. Nei, það er líka bara leiðilegt fólk. Já, nema það sé góð saga. Já, veist, jú, það er eitt að segja sögu, sko, en... Jó, ok. Það er eftir hvernig sögur það eru. Ég er reyndar engin handyman heldur. Veist, ég kann ekki að skipta dekka bíl. Nei, ég er ekki mikill handyman heldur, sko. En sko sögumæðurinn, þú veist, það er eitt, þú veist, ef hann fer eitthvað með píun út að borða, það er bara, þetta, árið 1908, þá var Pósthússtræti, þá hét það eitthvað svona, sko. Já, það er ekki góð típa. Nei, en þú veist, ef hann er eitthvað, heyrðu, og hefur þetta að sjá hérna Hemma Gunn hérna árið 93. Ég er stattur í partíum Hemma Gunn og Bó og býtu nú er það hérna. Já, það er kannski betri sögur. Já, býtu nú, Helgi Björns labbar inn. Þá var það greinlega einhvern pí á date með gauðir sem er 50. Við verðum basically að segja það. Já, hún er á date með þér. Ég er að leika þig. Já, þakkaði fyrir það. Áhverju er þetta alltaf að tala um þessi svo gamall? Ég er 31 árs, hættur. Þú ert alltaf vondur mig. Já, ég reyndar. Ég er búin að láta það heyra að bregða þunnur hérna. Já, ger grín að áfengisneyslu minni, klæðnaði mínum, internetnótkun. En ef þú ættir að velja stelpu út frá þessum karakterum, hvaða stelpu myndir þú velja? Og hvaða típa er Anna? Ég ætla að byrja að spyrja, er hún grínari? Er Anna fyndin? Nei. Hún er ekki fyndin? Hún er ekki fyndin. Ok, skemmtilegt. Þú varst líka full snöggur að svara hana. Er hún fyndin? Nei. Ok, hún reyndar sko, og ég er búinn að þjálfa hann upp. Já, ok. Hún er orðin svolítið fyndin. Orðin svolítið fyndin? Já. Hvað er þið búin að lengi saman? 5 ár. 5 ár. Er hún íþróttamaðurinn? Stundur hún sundu eða góð að dansa? Já, hún er íþróttamaður. Ok. Er hún ævintýramanneskja? Vill hún fara á nýja staði? Er hún að biðja um að koma að skoða einhverja fossa og eitthvað? Kannski dass af ævintýramanni, en ég er svo lítill ævintýramaður og það er eiginlega bara hún sleppið í kringu þig. Er hún keppnismanneskja? Ekkert sérstaklega sko. Nei. Bara svona venjulega. En segðu mér hérna í lokin, hún er mikill safnari þegar ekki? Jú, hún safnar öllu sko. Hún er eitt besta Star Wars safn sem segist hefur. Já, og bara þú veist, safnar líka dósum. Ég held að svona, það bottom line í þessu, það er best að vera með bara svona lítið af öllu þannig. Já, er það ekki? Sveið mig þá. Herðu, fáum Lego House með Sheeran.
Eða á íslenska listan. Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferski í 25 ár. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Úr smiðju J.J. Abrams og frá höfundum Lost kemur hörkuspennandi þáttaröð. I mean 63, Alcatraz officially closed. Alcatraz hefst 9. febrúar. Never seen or heard from. Until now. Smeltu þér á áskriftin á stöð2.is eða í síma 512-5100. Welcome to Alcatraz. Stöð 2. Skemmtilegri. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið best fyrir svanga. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. Núna, allt að gerast FM 95 Blö á FM 957. Þessi píjar á leiðin til Íslands. Nei. Azealia Banks. Við Íslendingar eru snillingar í því. Ef það er eitthvað tónlistarmaður sem er komið með eitthvað lag sem er mjög vinsælt á Íslandi, þá bara, hei, flytjum hann inn. Ég hef aldrei heilt neitt annan lag með þessari stelpu, en kíkjur og gláta. Ég veit eina mannesku sem er ekki að fara á tónleikana með henni. Það er mamma mín. Ok. Hún hatar þetta lag. Já, ég get alveg ímyndað mér að þetta sé ekki uppáldi á mömmu minni heldur. Nei, við því að við gerðum grína þessu lagi einhvern tímann í síðustu viku. Og hún hringdi í mig og kommentaði að því hún hlustaði á þáttinn, sko. Hún var bara, þetta er bara góð tónlist, en þetta lag þetta sem við vorum að tala um er alveg hræðilegt. Já, sem sagt þetta, 212. Já, hún reyndar talar ekki svona eins og hún sé nýra kona eins og ég var að leika, en hún var ekki aðdáandi. Já, ég sé líka bara mömmu mína ekki fyrir mér nýra á Flugfélag Íslands að segja I'm gonna ruin you, cunt. What do you want to? Þannig að það kemur ekkert óvart að mamma en fíli þetta ekki. Nei. Herðu, klukkan er að verða 6, þetta er fljótt að líða. Hérna hjá okkur strákunum, ég ætla að spyrja hvað að gera í kvöld á þessum mánudegi, Bjössi. Herðu, ég er einmitt að fara til mömmu í mat. Þú fer alltaf til hennar í mat á mánudum? Já. Okay. Já, svona það er að verða svolítið venja núna, eftir útvarpið að þetta til mömmu og fá góðan mat. Hvað er það besta sem mamma en eldar? Vá, það er svo margt. Það toppar ekkert einhvern veginn að fara til mömmu sinna. Nei, bara að því að líka sko, þegar maður svona, þú veist, er hérna svona mikið á ferðinu og borða mikið skyndibita sko og svona drasl sko, þá er svo gott að komast í heimilismat. Já, ég veit það. Það er eiginlega bara toppur vikunar í matarmálum séð sko. Já, ertu svona gauður sem elskar kjötbólur og fiskibólur og eitthvað svona? Ég hef voru lítið þannig gauður sko. Nei, ég segi ekki ég elski það sko, en það er bara eitthvað allt sem að, þú veist, maður er líka svo vanur sem mat, þannig að, þú veist, maturinn heima er alltaf bestur sko. Já, svona múttumatur. Já, en þú sjálfur, hver er snild móðurinnar í matreiðslu? Fylltur kjúklingur. Það tekur mamma og býtir svona hennar eigin stuffing. Já. Sem er æðislegt og treðið inn í kjúkling. Já. Og svo erum við með svona einhverja hvíta piparostasósu sem ég actually þegar ég er þunnur, ég geti drukkið hann eintóma. Það ljómar mjög vel. Herri, ég dettur eitt og það er sko bökuð pizza og mamma þú ert að hlusta næsta mánudag þá er ég mjög til í að fá heimabakaða pizzu. Já, ég ætla að koma með og spila 212 með Azealia Banks. Og það er með minn líka með svo þeir getið dansað. Við þakkum kellaði fyrir hlustunin í dag. Ég og Sveppi Krull verðum mættir hérna morgun klukkan 4. Þá er hitaklefinn og margt annað skemmtilegt, þannig að ekki missa af því. En það er komið að síðasta dagskrárliðnum okkar Bjössa í dag og við erum byrjað að enda mánudagsþættina með mánudagspartílæginu af því að við erum búin í klukkan 6 og það er svona á þeim tíma sem fólk er að rífa flippana af einum köldum. Já, kannski ekki alveg, en þú veist, við tókum bara stefnubreytingu sem þætti að spila ekki bara niðurdrifandi tónlist hérna fyrir nokkrum vikum og það er gott að enda þetta á svona klassísku bara 90s partílægi. Já, við erum til dæmis landskynnar spilum Society með Eddie Vedder. Við erum byrjað að djúsa þetta eins upp. Við erum búin að taka hérna video games út af playlistanum á mánudum, en það er komið að mánudags djamlæginu. Við ætlum að enda á því. Takk hjálpa fyrir hlustunni í dag. Þetta er vinur minn frá Svíþjóð, Dr. Alban. Tannlæknirinn. Sáuð með þetta. Frídomann. Síminn stoppar ekki með, það er allir á FM að spyrja hvað djöfulinn sé að spila hérna. Þetta er bara ákveðin stefnubreyting. Þekkir fólk ekki Dr. Alban this time I'm free. Tannlæknirinn sko. Eða þekkir ekki Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Jæja, var það eitthvað fleira? Nei, takk. Nei, þá gerir þetta 70.830 krónur. Það þarf að setja þetta á reikningin. Kennleikana. 409, 11, 12, 17, 54. Heyrðu, reikningin þín hefur verið 1. 1? Já, en þú getur
getur sótt endurstofnunarreiknings með tilliti til breyttra viðmiðunarskilyrða að loknum umþóttunartíma eftir 16 vikur. Með tilliti til breyttra viðmiðunarskilyrða? Í Víkingalottónu næstu daga. Gert ráð fyrir milljónum á landinu. Léttir til á miðvikudag. Víkingalottó, alltaf á miðvikudagum. Út að borða fyrir fjölskylduna á aðeins 2.990 krónur. 10 kjúklingabitar, stórskamtur á frönskum og 2 litra gos á 2.990. Það veisluvika á KFC. KFC, svo gott. Stærsti skiptibókamarkaður landsins í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni opið allan sólarhringinn. Nú getur þú fengið stóra pítsu með 2 álagstegundum á einungis 1.590 krónur ef þú sækir. Þetta gildir alla daga, alltaf. Dominos 58 12345.